Sæll, bókin þín, Af hverju gjósa fjöll? Hún kom út á dögunum. Já. Ég ætla bara að byrja að spyrja þig að spurningunni, af hverju gjósa fjöll? Já, já. Það er náttúrulega því það er heitt inn í jörðinni, mjög heitt. Og hitinn hann leitar út. Þú veist það heitir hlutir þegar ég leit konar og þá leitar hitinn út. Og hann kemst ekki nógu eiginlega greiðlega út með öðrum leiðum. Þannig að það er sem sagt þetta heita efni sem er inn í jörðinni, sem kallum kviku, það sem sagt í eldgosnum, þá kemur það bara út sjálft efnið, sem sagt heita efnið. Af hverju vildu þið gefa út bók eldgos fyrir börn? Já, það var búið að vera svo mikið af eldgosum núna á Íslandi, ekki satt? Það var hérna eldgosið í Eyjafjallajökli og svo var eldgosið í Grímsvötnum líka og þannig að við bara okkur fannst að fólk þurfti að vita meira eldfjöll heldur en það veit og þar á meðal krakkar og það sé gaman fyrir krakkana. Og svo höfum við þetta efni á Vísindavefnum til að byggja á. Þar er heilmikið af spurningum sem að bæði krakkar og fullorðnir hafa sett inn. Þannig þið söfnuðu spurningunum af Vísindavefnum? Já, á miklu leyti. Svo bættum við einhver inn í. En við unnum þetta samt upp á nýtt eiginlega þannig. Og Vísindavefurinn er á netinu. Af hverju vildu þið frekar gera bók en að halda þessu bara á netinu? Sko, okkur finnst ekki nóg að hafa þetta á netinu. Fólk notar alltaf bækur öðruvísi heldur en vefinn. Og með þessu líka þá fáum við þessar fíntekningar og ýmislegt sem hægt er að gera betur. Svo verður þetta líka svona samstæðara og svona bara skemmtilegt að hafa þetta bók. Fyrir hverja finnst ykkur að bókin er sér? Við höldum hún sé fyrir krakka frá svona 8 ára, 8-10 ára, fyrir náttúrulega eftir því hvað þau eru duglega og svona mikið hvað þau eru vel að sér og svoleiðis. En svo höfum við reynt að hafa bókina þannig að hún sé náttúrulega fróðleg fyrir alla, sko, líka fyrir fullorðna fólkið og sem gæti þá til dæmis líka þýtt það að amman og afinn eða foreldrarnir hafi gaman að því að sýna börnunum bókina og fara yfir hana með þeim og spjalla um hana og svoleiðis. Það er margt þarna höldum við sem að til dæmis fólk hugsar ekki endilega út í, sko. Og það til dæmis erum að svona, við tengjum þetta við, sko, daglegt líf. Við tölum kannski pottinn á eldavélinni og sem sagt sýnum hvað er sameiginlegt með honum og eldfjallinu. Eða svona vatnsdropi til dæmis á laufi eða eitthvað svona. Og svo, þannig að við vonum að sem sagt, við erum ekki bara að sko, veita einhverja einfaldar upplýsingar hvað heitir þetta eða eitthvað svolítið, heldur við líka að hjálpa fólki að skilja betur, bara svona meira á dýptina. Og hvað er uppáhaldsspurningin þín í bókinni? Til dæmis spurningin það hvort að mennirnir geti haft áhrif á eldgos. Og geta þeir það? Já, þeir geta það nefnilega svolítið. Það er alls ekki augljóst og það er kannski bara nýlega sem að menn hafa gert sig grein fyrir því. Sko, þetta eru gríðarlega mikli kraftar og þetta er oft mjög stórt og erfitt þannig. Við getum ekki til dæmis stoppað eldgosið sjálft en við getum haft áhrif á hraunrennsli. Og það er svona myndir, það er svona, þess vegna að svara með myndum í bókinni líka þessar spurningu. Sko við hugsaði svona hrauntungu sem er að renna fram, hún rennur hægt oft, rennur kannski bara svona 1 metra á klukkstund eða eitthvað svoleiðis. Og þá getum við, þá er mynd í bókinni sem sýnir lögreglumann sem segir svona stopp við raunið og setur svona stoppskilti. En það er náttúrulega bara grín sem teiknarinn fann upp því að við vitum náttúrulega að það er ekki hægt að stoppa hraunið með því. En svo er önnur mynd sem sýnir að svona slökkviliðsmenn sem eru að sprauta á hraunið með svona slöngum. Og þá kólnar hraunið, þess að kvikan inn í hrauninu, þetta mjög svo heita efni sem er inn í hrauninu sem er svona hálffljótandi, svona segfljótandi. Það kólnar og þá fer það að streyma hægar, renna hægar.
Og þannig getum við svona haft áhrif á til dæmis hvert hraunið fer eða eitthvað slíkt. Og þetta var gert í Vestmannaeyjagosinu sem var 1973. Að þá voru fengnar rosalega stórar dælur fótlöndum og menn dældu sjó á hraunið af því þeir vildu ekki, það var annars hætt á því að hraunið myndi loka höfninni í Vestmannaeyjum. Og það hefði verið ansi vont fyrir Vestmannaeyinga að missa höfnina sína. Og þetta var gert þá og það tókst og höfnin í Vestmannaeyjum jafnvel bara betri eftir þetta. Síðasta spurningin í bókinni er hvernig verður maður eldgosafræðingur og hvernig verður maður það? Jú, maður þarf að, maður þarf að vera duglegur og maður þarf að duglegur að læra og maður afla sér, maður þarf að fá undirstöðu, maður þarf að vera þokkalega góður í stærðfræði og eðlisfræði og efnafræði og fleiri greinum og svo maður fer í háskóla og fyrst eru 3 ár sem maður verður kannski tekur bachelorspróf sem er kallað og þá kannski lærir maður jarðfræði eða eðlisfræði eða jarðeðlisfræði og svo heldur maður áfram og í 2 ári viðbót þá tekur maður meistarapróf og þá getur maður nú orðið svona að kalla sig eldfjallafræðing eða eitthvað fyrir þess. En þeir sem að vilja gera þetta vel, þeir taka doktorspróf líka þá í eldfjallafræði. Takk fyrir. Já, takk sömuleiðis.